Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er góður gestur. Myndlistarmaður sem kallar ekki allt ömmu sína, ferðalangur, ævintýramaður og aktivisti, svona kannski, fyrst og fremst, Brandur Bryndísson Karlsson. Vertu velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Já, það er gaman að fá þig. Kannski, svo við byrjum bara á byrjuninni. Ég var fæddur 1982. Já, og þú eins og áhorfundur kannski hafa tekið eftir, þú ert í hjólastól. Já. En þú varst ekki alltaf í hjólastól. Nei, það gerist upp úr því að ég er orðin svona 26 ára. Fæ ég svona skellu í heilastofnin. Einhvers konar baktería hefur komið og valdið einhvers konar bólgum sem að þrýsta á og eyðileggja smá svæðið þarna. Svo fæ ég sýklalyf og hætta vesna. En þá var ég orðinn lamaður og nú bara bý ég við mikla vöðvarýrnun og já, þetta ástand. Það eru nú margir sem að myndu hreinlega leggjast í kvör og gefast upp, en það hefur þú sannarlega ekki gert. Sko, varstu mikið í myndlistinni áður en að þú færð þessa bakteríu eða? Nei. Og er það eitthvað sem kemur seinna? Mér fannst list frekar, ég skildi hann ekki og þess vegna fór hann í taugarnar á mér. Ég var í vísindum áður en ég veikist. Og það er ekki fyrir en eftir ég svona er búinn að ná botninum og aðeins farin að jafna mig að ég fyrir að leita að ykkur að gera og uppgötva listina svona út frá þeirri leit og uppgötva hvað þetta er öflugur svona tjáningamáti og líka hvað er hægt að heila sjálfan sig mikið með listinni. Þannig að það eru margar ástæður fyrir því að í dag tók ég mér hennar titill að vera listamaður. Já, þetta er flottur titill. Þetta er svolítið cool. En það er svona alltaf ákveðið stigma yfir þessu. Ég meina, fólk er oft hrætt við að kalla sig myndlistamenn eða listafólk. Já. Finnst það einhvern veginn ekki eiga rétt á því eða ekki vera nógu gott? Upplifirðu þessar tilfinningar einhvern tímann? Já, mest í byrjun. Ég upplifa hana alveg þá í dag, en ég held að bara á hvern tímpúti þegar maður fattar að það er hlutaði að vera listamaður. Ef þú ert ekki að augra sjálf með þér og taka sensa, svona stíga út í djúpu, þá ert ekki að gera þetta rétt. Þannig að ef þið líður of vel með að kalla þig listamaður, þá kannski ert að misskilja þetta eitthvað. Já, það er góð punktur. Þetta svona mótífið, ég allavega núna, síðasta sýningin þín, hún stendur í Gerðubergi. Já. Þú hefur flakkað mikið Nepal. Ertu til að segja okkur aðeins, hvað kom til að þú fórst til Nepal og hvers vegna oft og hvað er það við Nepal sem svona heillar þig? Nepal, Kathmandu sérstaklega var alltaf á bucketlistanum mínum frá því ég var bara krakki. Það var Kathmandu, Galapagos og Antarktika. Og það var allt af því að ég hafði lesið einhverja bækur sem ungur maður og ég held að heillast. Svo kemur tækifæri þegar hann Raúl Barti, sem er mikill vinur minn og kraftaverkamaður, hann var að kenna námskeiðin á Íslandi. Bjó alltaf hjá mér þegar hann var í gegnum vin minn Þorbjörn og einn daginn þá bara býður hann mér að koma til Kathmandu og hann muni hjálpa mér að labba á ný og þeim tíma var ég á skrýtnum stað í hausnum þó ég hafi aldrei gefist upp beint þá fatta ég var í ákveðinu uppgjöf gagnvart lífinu, var svolítið bara að bíða eftir því að deyja. Ég hélt að það væri svona minn endapunktur einhvern veginn og var bara að dunda mér þangað til en þessi ferð einhvern veginn endur lífgaði mig. Kathmandu og Nepal og þetta land er bara, já, það er einhver orka þarna sem að ég á erfitt með að lýsa en hún klárlega einhvern veginn hjálpaði mér að finna nýja útgáfu af sjálfum mér sem að ég er í dag og
mér hefur bara aldrei liðið vel svona andlega og mér finnst ég vera svo vel á lífi. Þannig að það svona grófa stutta. Já, þannig að þú talar að þessi vinuðinn, hann hafi, ég sagst ætla að láta þig labba á ný. Viltu þá meina að það hafi kannski verið bara í öðrum skilningi? Ekki líkamlega, heldur svona, þú tókst meira á flug? Já, sko, þannig að það var gerð bíómynd þetta. Já, einmitt. Sem að Logi Hilmarsson leikstýrir mögnumynd, unnu verðlaun í Serbíu. Já. En það sem gerist að ég ferð hana til þess að reyna að lækna líkamann, en það einhvern veginn sálin sem að, ef maður má kalla það, sem að vex og endurfæðist. Og ég trúi því alveg, ef ég hefði sett kraftinn sem að kalla þér eftir í æfingar, þá væri ég farin að labba aftur. En það sem gerist að ég næ alveg heilmiklum bata. Ég næ miklum svo lungnarýndi minn verður miklu betri fyrir áður en ég lendi í þessu, sko, þá þurfti ég alltaf að halla hausnum, draga inn andan og svo gæti ég talað meðan lungun bauð upp að þeim. Núna get ég bladrað alveg sýnulaust. Já, hversu heldur þetta sé? Það bara æfingar, sko. Þetta gerðum öndunaræfingar og svo svona, þetta ákveðin hugleiðsla. Já. Ég veit ekki hvað ég á að kalla þetta allt saman. Þetta er náttúrulega alls konar aðferðir og pælingar sem að við getum kallað þetta og þetta, en í kjarnan þá er þetta einhvers konar núvitund. Þú þarf bara að vakna á hverjum degi, helst frekar snemma, og bara mæta inn í líkamann. Og svo þarf að anda, þú þarf að hreyfa, þú þarf að svona lifa með sársauknum sem að fylgir. Sársauki verið oft mjög góður, svona margar tegundir af sársaukan alltaf, en sá sem að fylgja þessu hjálpar mikið að skapa þessar tengingar og það verið þær og árangurinn sem ég náði þar sem að bara kom mér á þann stað að ég vakna bara daginn og mér líður bara vel. Mér fannst ekkert vanta upp á. Og þar kemur náttúrulega hvað við búum í góðu félagskerfi, náttúrulega bara ég svo vel umhugaður. En þá fann ég bara eitthvað jafnvægi og ákvað að taka mér smá pásu frá þessum erfiðu æfingum, svo ég fengi bara að njóta þess að vera á lífi og lifa og hluti af samfélaginu. En ég segi pásu, ekki hætta, þannig að núna eftir, bara í næsta mánuði sem að koma til mín hún Oriane, frönsk stelpa sem ætlar að taka mig í næsta svona áfanga þessar æfinga og gá hvort að við komum mér ekki á lappir aftur og hvort ég get ekki svona, endurheimt meira af hreyfigetunni. En svona, að því að þú nefndir nú vísindin, hvað segja vísindin við svona aðferðum? Sko, það sem gallinn við vísindalega nálgunna kostur og galli, að hún gengur út á ákveðin svona meðaltalsmælingar. Þannig að þú í raun og veru horfir á ákveð úrtaka fólki, setur þau í gegnum ákveðina ferla og svo sérðu niðurstöðunar og þú ert alltaf að horfa á ákveðina miðju og svo ertu með ákveðin frávik sem að eru undantekningar, en það eru þessi frávik sem að verða oft út undan. Þau skipta oft meira máli. Þar ertu með svona ákveðin einstakling og hóp þar sem að fær þessa mætingu milli þekkingu eins og það sem Rálu með og viljastyrks sem það sem ég að vinna og svona nærandi umhverfis sem að stuðlar að því að manneskja í minni stöðu eða sambærilegri stöðu getur farið afrekað kraftaverk, köllum það bara. Kraftaverk náttúrulega ekki trúarlegur skilning, heldur bara að afreka eitthvað sem að vísindin mundirinn voru að segja að væri bara ómögulegt. Ég líka hitt marga einstaklinga sem hafa lent í alls konar slysum eða sjúkdómum og fengið í raun og þær upplýsingar frá sínu læknum að nú væri þetta bara búið. Þeir eiga ekki eftir að labba aftur, þeir eiga ekki eftir að ná fullum bata og örugglega í flestum kringumstæðum þá það satt. En í þessum tilvikum þá þetta einstaklingar sem að yfirleitt hafa haft einhvers konar aðstandendur, foreldra eða ástvini eða eitthvað sem hafa hjálpað þeim að svona
taka svolítið meiri heldur en meðal átak og fólk hefur stigið upp úr stólum og endurheimt vitund sína og ég sé mikið af þessu í kringum hann Raúl vinn minn. Hann svona, ef að fólk hefur viljastyrkin, og fólk þarf alltaf að gera þetta sjálft. Það enginn sem getur bjargað þér í raun og veru. Þau geta hjálpað þér og sýnt þér veginn en á endanum þá það alltaf við sem að þurfum svolítið að finna það í sjálfum okkur að fylgja honum. Það er svona svolítið að takast á við sjálfan sig væntanlega. Já. Og það hlýtur að tókast á einmitt þessi líkamlega færni versus svo andleg heilsa og það sem maður svo raunverulega vill. Þetta er svona, ímynda ég mér, ég bara sem ófötluð kona, bara stundum að fara fram úr, er eitt svona batl sem að, en þú kannski svona á aðeins á öðrum skala. En segðu mér, þegar þú málar myndlist, þú málar með munninum. Já, ég být í pensil og svo nota ég hálsinn. Og þetta ég bara svo ég spyrji, bara sem algjör leikmaður, var ekkert erfitt einhvern veginn að fá sér til þess að byrja á þessu? Þetta er ekki hefðbundin aðferð og við sjáum ekki myndlistafólk sem notar annað en hendurnar. Já, það er allavega mjög lítið það. Ég enda meðlumur í alþjóðlegu félagi munn- og fótmálara sem að það er mjög gaman þegar við hittumst og það sitja þarna 20 saman að... Er það að meina þetta? Já. Þetta er eitthvað samfélagið mitt sem er okkur hinum falið. Já. Þetta byrjaði þannig að mér leiddist, ég las einhverja bók heilahvelin, hvernig með vinstri og hægri og allt þetta. Og ég uppgötvaði að ég var svolítið dottinn í þetta vísindilega þess að maður alltaf að kreifja allt og leitaði einhvers konar áþreifanleika og svona einmiðu, ég veit ekki hvað er rétt orðið, svona singular fókus eitthvað. Já, bara svona einstrengingslegt. Einstrengingslegt, já, gott orð. En þá vantar þetta heildræna og þá er það víst annar hluti heilans okkar nálgast veröldina svona án þess að vera alltaf að kljúfa allt saman í einhverja hluti og eininga og liti og sér bara allt svona í einhverju heildrænu samhengi. Og það að skapa, samkvæmt þessari bók, Master and his Emissary, ef að fólk forritið, að hún lýsti því að það örvar og virkjar svolítið þessi hinn heilasvæði. Þannig að mér vantaði bara eitthvað svona skapandi að gera og ég byrjaði að reyna að mála og þeim tímapunkti gat ég notað hendurnar aðeins en mjög ónákvæmt átti erfitt með að halda á penslinum, þannig að mér datt ég að prófa að gera með munnunum og fyrsta myndi gekk bara út að geti gert beinalínu, geti gert ringi, geti gert þetta og þegar ég uppgötvaði að ég gat gert það allt saman að þá sá ég alveg að þetta væri svona eitthvað sem að ef ég æfði mig í að þá myndi ég örugglega ná einhverju færni og svo var ég búinn að mála þarna 2 myndir á Reykjalundi þar sem að ég fekk stuðningu að gera það og þá fréttir hún Edda Bachmann, okkar engill. Já, blessi sem minni kennar. Já, hún frétti af mér í gegnum Hjúkur-networkið og bara mætti til mín og spurði bara, fannst þér þetta gaman, hefur áhuga á þessu? Og ég sagði já og þá sagði hún bara, ok, ég ætla að hjálpa þér. Og hún bara í raun og veru opnaði alla dyr og gerði það verkum að ég fór úr því að svona vera að gera þetta bara eitthvað sem dundur og fór að svona stunda þetta. Og svo bara 10 árum sinna er ég orðinn listamaður. Já, heldur betur. Og þú ert með sýningu eins og ég nefndi hérna áðan í Gerðubergi sem er hluti af uppskeru. Rosa flott sýning, sko. Já. Þetta er alveg verkin þannig eru alveg geggjuð, sko. Og rosa flott að þessu staði og ég er bara mjög uppi með mig að fá að vera með. Þetta er stórkostlegt listafólk sem þetta kemur fram. Já. Og fallað og ófallað, en þetta er auðvitað uppskera við fyllum hérna þessum uppskeru í síðustu viku þar sem að hún kom Rannveig frá Háskóla Íslands við fötlunarfræðunum og hún sagði okkur svona aðeins svona í stuttumáli frá þessari hátíð sem að er einmitt uppskeru hátíð 20 ára afmæli
sem sagt, 20 ára afmæli þessa menningarstarfs í rauninni svona, sem hefur verið í kringum fötlunarfræðina. En hún vill svona og vildi meina svona að þetta hefði, við vorum hérna með lista á landamæra fyrir einhverjum árum síðan og þetta var svolítið svona aðgreint, þú veist, að fatlað listafólk, það einhvern veginn fekk ekki alveg alltaf sæta borðinu, en hún vildi meina að þetta væri svona aðeins að lagast í dag. Ertu sammála því? Ég veit það ekki. Nei. Já. Jú. Ég upplifði allavega. Mér finnst það gaman alltaf að taka þátt í öllu svona sem hefur hennan fatlaði stimpillinn. Ég segi alltaf já, alltaf þegar ég er beðinn að vera í þessu, en það er alveg þetta. Þarf maður alltaf að vera með hennan stimpil, sko. Já, og þarf maður alltaf að mæta í viðtal og tala um fötlunina sína? Já. Það ég meina, mér finnst það sjálfsagt. Mér finnst fyrir mig persónulega, mér finnst bara, ég er fatlaður. Samkvæmt þeirri skilgreiningu ég fæ stuðning frá samfélaginu út á það að vera fatlaður og gegnum það fæ að skapa mér þessi tækifæri til að lifa lífi sem ófatlaður. Og eins og ég upplifi mig ekkert fatlaðan dagstaglega. Það er bara þegar maður lendir í því að það er aðgengishindrun eða eitthvað svona, maður sér oft sumt fólk finnst bara óþægilegt að vera í kringum fatlað fólk, ekkert af einhverjum Akkur heldurðu að það sé? Er það bara því við sjáum ekki fatlað fólk í almenningsrýminu eða ekki eitthvað svoleiðis? Ég held að það sé áörugglega við flesta fordóma. Þetta er bara fólk sem að við þekkjum ekki og upplifum ekki og þetta er náttúrulega mismunandi svona einhver rasismi og ableismi en eins og með fötlun, ég fann það mikið í byrjun að þegar ég var að hitta fólk út á götu þá kemur fólk og ætlar að taka í hendir á mér og svo ger ég ekki til að taka á móti og þá kemur svona augnablik þar sem ég sé alveg í augunum að þeim að þau eru að hugsa ó nei, ég móðgaði hann, hvað á ég að gera núna? Og þá líður þeim svolítið illa og þá er þetta allt í orðið óþægileg upplifun að hafa hitt fatlaðan mann. Með tímanum þá lærði ég bara að brosa og segja að þú má bara koma við öxlina á mér og þá sá ég hvernig fólk slakaði á en það fólk sem að gekk upp að mér brosti, kom við öxlina á mér strax leið vel að þegar ég talaði við það var alltaf einhver saga pabbi minn var í hjólastól sonur minn eða frendi minn eða einhver það hafði allt átt einhver reynslu að því að hafa umgengist fatlaða manneskju þannig ég fattaði einhvern veginn og meðtók svona þetta hlutverk að vera þá bara þessi fatlaði einstaklingur sem að er oft fyrsti tengipunkturinn hjá fólki og já, það er bara fyndið skemmtilegt hlutverk. Já, það er auðvitað, eins og með alla fordóma auðvitað þá er þetta sprottið að fá fræði og ég ímynda mér að fólk ímynda sér oft, ég vann sjálf með fötluðu fólki og það var svona ýmislegt sem að maður fór í gegnum bara svona í upphafi þess tímabils, sko svona hvað má og hvað má ekki, hvað máttu spurja fatlaðan einstakling og er þetta of nærgöngult og svo einhvern veginn svona eftir því sem að maður eldist og átta sig betur þá að þú veist að maður var einhvern veginn búin að svona stigmatæsa fötlun að því að maður var svo rosalega passasamur sko, þannig að og sem eru svo í aftur fordómar einhvern veginn, að ég meina auðvitað er bara allt fólk einhvern veginn. Þannig að það er, já. Það er spurning sko, hvenær þurfum við vera að ramma okkur inn einhvern veginn. Ég oft hugsa þegar ég er að læra ný tungumál þá leiti ég oft eftir svona, veit ekki, ég er ekki tungumálfræðingur en svona kynja stimplum. Þannig eins og íslenskan, þá erum við með hann, hún og það. Og það er svo erfitt að tala oft án þess að vera að tilgreina kyn. Það er bara hluti að því að ég er að tala um þig og ég hitti stelpu og konu og hún var og allt þetta og þá svona þarf maður alltaf að vera að stimpla fólk með kyni eða færni þetta er náttúrulega færni líka sko minnst við erum með ákveðna svona hugmyndir hvað er að vera fatlaður en svo er það náttúrulega alltaf að útvíkast ég er alltaf fyndið svona
frávik, hvað heitir það? Já, Neurodivergent. Já, einmitt, já. Það var eitthvað gott. Taugsegin er oft sagt. Taugsegin? Já, eins og hinsegin nema svona taugsegin. Ég heyrði það daginn. Þú ferð að skoða samfélagið, hverjir eru ekki taugsegnir. Hver er svona, það var gaman að hitta einhvern daginn sem að titlaði bara sem heilbrigðasti maður landsins. Bara ekkert á honum. Hann er bara fullkomlega heilbrigður og bara viðmið okkar. Þetta er það sem að allir eiga að sækjast í að verða eða eitthvað. Ég veit ekki. Hann er ekki til. Já, kannski. Já. Kannski. Það er aldrei að vita. Guðni Fossiti, hann er svona... Já, hann er nú svona alltaf því fullkomin, er það ekki? Hann er alltaf mjög óumdeildur. Óumdeildur, bara svo ljúfi maður. Já, hann er góð maður. Klár og... Já. En hérna, þú nú, að því þú nefnir forsetan, hefur þú eitthvað verið að beita þér í pólitíkinni? Já, alltaf eitthvað. Ég er enda að forðast það. Mér finnst ég er búin að vera alveg marga áratugi alltaf svona leiðin inn, eins og mér finnst að kalla á mig að reyna að gera eitthvað gagn. Mér langar að gera gagn. Þannig það er bara, spurningin er bara hvernig ger ég best gagn. Og í dag er ég náttúrulega, ég er í Samfylkingunni og ég er varamaður. Þannig að ég er svona með litlu tanna inn í þessu og er svona undirbúið mig í það hvort að framtíðin ég stíði eitthvað dýpra inn í þessa sundlaug. En mér er alltaf þóst hún svona utanfrá bara virka svo leiðileg. Þetta er alltaf þetta röfl og tuð og ég sá mikið í gegnum NPA var mjög lærdómsríkt. Ég satt og beið eftir því í alveg 7 ár sem að hefði getað gerst miklu hraðar og ég fekk ákveðið innsæi inn í það ferli allt og þetta var voða mikið bara að þeir flokkar sem að voru ekki við völd vildu ekki að þetta mál færi í gegn á meðan flokkarnir sem væri við völd upp á það þá fengu þeir heiðurinn að þessu betra að fresta þessu aðeins og þá þegar að valdaskipta eitt í stað þá rúkum við með þetta í gang og þá fá þeir heiðurinn á þessu frábæra óumdeilda verkefni og má vera einhverjum deila við mig að þetta sé svo en ég held staða, svona var þetta og þetta er bara svona eitt af mörgum dæmum hvernig svona leiðindapólitík er að halda aftur af samfélagslegum framförum og ég ég myndaði mér alltaf ef ég þyrfti að fara í þetta þá þyrfti ég að verða einhver manneskja sem ég langar ekkert að vera. Ég langar bara að vera góður og jákvæður og þegar ég fer í pólitík ég vona ég fá að halda þeim persónuleika. Já, en þú ert náttúrulega hrifin af Guðna og getur farið í forsetan, þá þarftu nú ekki að vera í neitt í pólitík. Nei, það ekki. Tilkynni hér með framboð, einhvern tímann eftir 8 ár, nei, ég veit ekki. Já, ég meina, það er allt hægt. Nei, en listin er náttúrulega líka, það er það sem ég uppgötaði líka. Ég sá aldrei tilgangi með list og það var ekki fyrir en ég uppgötaði og sætum við að það er á sama tíma engin tilgangur með list. Það er engin tilgangur. Nei, þetta er tjáning. Skiptir einhver máli. Það er enginn að reyna að sanna neitt eða sína neitt. Ja, margir eru náttúrulega, en það er ekkert það sem skiptir máli. Málið er náttúrulega bara að þetta er frelsi. Bara þegar þú ert orðin listamaður, að þá þýðir það að þú ert orðin svona, einhvers konar zen master, mér fannst það alltaf. Að þú leyfir þér einhvern veginn að sjá svona bílinn á milli línana. Og leyfið þær að vera til þar og ferð inn í það og skoðar það og bara svona þeir listamenn sem ganga hvað lengst þeir lifa lífinu öðruvísi heldur en allir aðrir sem er erfitt. Það er erfitt einhvern veginn að vera ekki að detta í hennan setta fallveg sem að okkur er kennt í gennum skóla og fleiri svona kerfi sem eru þvinguð upp á okkur með breytilegum aðferðum. Þannig að í dag þá er ég svolítið að nota það að vera listamaður og ég skrifa bók og ég er að lesa mikið bara til að reyna að auðga einhvern veginn mig. Ertu að skrifa bók um listina þá? Nei, ég er að skrifa vísindaskaldsögu. Vísindaskaldsögu? Já. Ég er Já, þú vilt ekki segja neitt meira? Jú. Já.
Jú, ég alltaf bara, ég hrættur ef ég byrja, þá hætti ég ekki. Já, þú eftir að plottið þig eftir að leka hérna fram á borð bara. Já, nei, ég elska vísindaskáldsögur mest. Já. Mér finnst það að vera listrænt tjáningaform sem að ég ber mikla virðingu fyrir. Mér finnst svona í grunninn, sko, náttúrulega til margar tegundar vísindaskáldsögum, en þær ganga oft út á það að þú tekur einhvers konar breytu, eina eða fleiri, hvað ef mannkynni væri svona, hvað ef við myndum uppgötva þessa tækni, hvað ef að gimmur kæmu, hvað ef að zombies eða eitthvað, það má bara vera hvað sem er. Og svo reynir þú bara að búa til heim og sögu, þar sem að þú svona, já, þar sem að þú reynir að segja raunverulega sögu út úr þessum fantasíu svona raunveruleika, eða óraunveruleika. Þannig að þetta er svo æðisleg hugaleik fyrir mig og ég held að rosalega gott svona æfingatól fyrir mögulega framtíðar pólitíkus. Að þeir myndi reyna að ímynda okkur hérna, hverjar eru mögulega lausnir á vandamálum dagsins í dag og svo þarf maður svolítið að varpa sér fram í tíman af því að öllum lausnum fylgir önnur vandamál. Þannig að þú getur búið til fullkomna einhverja útópískar hugmyndir í dag en svo náttúrulega bara kemur eitthvað vandamál upp sem við fyrirsáum ekki og allt fer að verri vegi að vel heldur en að það var á undan. Þannig að þetta er já, við erum flókna verur og samfélagi sem slíkt er ennþá flóknara. Já, þetta eru umbrota tímar. Þetta er svolítið eins og lífi í vísindaskáldsögu að fylgjast með heimsmálunum þessa dagana. Þetta er það og bara þetta er rétt að byrja. Já. Allt þetta gervigreind og bara hvernig hérna, já, ég meina ákvörðunartöku mekanismi, hvað er ekki íslenskt orðið það? Það er allavega að segja hvernig við tökum ákvarðanir, sko. Það er bara, þessi kerfi eru náttúrulega búin til að eitthvað leyti fyrir samfélag sem að lifði við eina stórtaka breytingu á hverju kynslóð. Einhver hestavagnar komu og svo frá Ísland eitthvað nýri dæmi en í dag er náttúrulega bara breytingar eiga sér stað bara hverju ári. Þannig að ríkið og ákvarðanatökur svona kerfin sem að við notum til þess að horfa fram á við og reyna að vera viðbúin þeim breytingum og tækifærum sem eiga sér stað að já, kerfin okkar eru frekar úrelt, finnst mér. Þannig að við þurfum að vera með kerfi sem að virka miklu betur svona samfélagskraftin, gáfaða fólkið og hugsjónafólkið og listafólkið og bara alla. Þannig að þessna, ég var mjög kátt með þetta fyrsta skref hjá hérna, Samfylkingunni að kalla eftir tillögum af hérna, hagræðingum. Já. Og ég vona að það sé svona dæmi hvað þau eru að fara að gera eða við. Já, já, einmitt þið. Já, að vera svolítið að virkja samfélagið og þetta var líka, ég fylgdist mikið með Pírötunum á sín tíma og hérna, mér fannst einmitt hérna byrjaði svo vel í því, mér fannst þau svona aðeins hverfa frá þessu að vera ekkert svona venjulegu pólitísku flokkur, heldur meira að vera svona opinn miðill fyrir samfélagið inn í pólitíska kerfið. Að búa til svona einhver forrit og gáttir þar sem að hver sem er pólitískt bundið getur komið inn og bara sagt ég er með skoðun og skoðunin á farveg inn í eitthvað samtal og ef að samtalið lifir og hérna, fólk sýnir sér áhuga þá verður eitthvað kosning og ef kosningin fer í gegn þá bara er þetta komið inn á borð hjá Pírötunum eða miðla þá bara til eitthvað annars flokk. Sko. Þannig að þetta er eins og ég hérna, já, það ég veit það ekki. Já, þetta er sko mikilvægt. Samfélagið er svo mikilvægt og ég hef nú oft talað það hér við þetta borð og kallað eftir einmitt svona meiri samfélagsvitund hjá samborgurum mínum og svona sakna þess. Ég ferðast mikið sjálf og fundi fyrir ólíkum samfélögum og mismunandi stöðum og það sem að ég sakna svo hér á Íslandi er einmitt þessi svona samkennd og samheldni innan samfélagsins. Finnst þið það? Já, svona, þetta er svona, sko, þetta er á þann hátt að manni mætir einhvern veginn, maður býr sér til svona lítið samfélagi einhvern veginn og hérna eru við kannski svo litið meira upptekin af því að
að við, þú veist, förum í bílinn okkar, vinnuna, á bílnum heim, aftur inn í hús, kveikjum á sjónvarpinu þetta og það er svona einhvern veginn svona lítill tími sem gefst til annarra hluta. Nú er reyndar verið að tala að ungir menn sé að leita í kirkjunni í auknum mæli og það er náttúrulega aður virðist bara einhvers konar leit eftir samfélagi að tilheyra og svona. Ég skil það bara mjög vel, sko. Já. Ég var ungur, sko, ég hef alltaf verið ekki trúaður og ég ekki trúaður þannig en Bandaríkjunum, sko, þar vorum við byggum með trúðu fólki og ég mætti í kirkju með þeim og svaf yfirleitt í gegnum predikunna og fannst þetta svona ekki eitthvað fyrir mig en svo bara var eitthvað sem greip mig og það var svona bara presturinn kom og talaði við mig og bauð mér að hjálpa til við að smíða og hann var svona, hans hlutverk var greinilega bara að koma mér inn í hópinn og allt í einu bara leið mér eins og ég ætti bara heima þannig að ég skil vel að það sé að það sé sú hreyfing og mér finnst bara ákall eftir meira svona hvort sem það sé kirkjan eða alls konar félagsstörf að það sé einhvern veginn, já, bara það sé opnar hurðir út allt. Félagsmiðstöðvar? Félagsmiðstöðvar, já, það ekki. Jú. Hvað varðum allar þær? Það var fullt af svoleiðis í gamla daga. Já, sko, í Englandi þá eru svona hverfisfélagsmiðstöðvar, sko, þar eru alls konar viðburðir og námskeið og svona þar sem fólkið í hverfinu getur svona fundið sér saman og fundið sér eitthvað sameiginlegan grundvöll til þess að, og sko, þá fyrir utan trúarbrögðin, svona til þess að hittast og gera eitthvað. Já. Og það er svona einhvern veginn, það er svona þessi slagkraftur, sko, en þegar eitthvað bjátar á þá er samfélagið í Englandi mjög sterkt og stendur mjög þétt saman. Já. Þannig að þetta er svona, já, það má velta þessu fyrir sér. En svona að lokum aðeins eftir að Gerðubergi og þessari sýningu. Já. Þú ert að sýna ásamt fjöldanum allum af listafólki. Já, ég heldur sem 9. Já. Menni. Og þetta það eru ljósmyndir, málverk, skúlptúrar, allt milli himins og jarðar. Alls konar. Já. Og verður í Gerðubergi allavega eitthvað áfram út þennan mánuð? Opið alla daga nema sunnudag, bara meðan bókasafnið er opið held ég. Og já, opið. Já, flott aðgengi. Og fínt aðgengi. Já. Þetta fá sér kaffi og eitthvað þannig að aðeins. Já, mér þykir svolítið vænt Gerðuberga mitt sem svona félagsmiðstöð. Það ekki? Jú, það er svona einn af þessum stöðum sem að hefur svolítið svona haldist. Já, ég held að bókasafnið er svolítið svona, eða ekki? Jú. Góð orka alltaf í kringum bækunar líka. Já, það er rétt. Já. Brandur, þakka kærlega fyrir að koma og spjalla við mig. Þetta var alveg dásalegt og ég hlakka bara til að fylgjast með ævintýriðinum á Instagram og hérna svona í gegnum sameiginlega kunningja. Þakka kærlega fyrir. Takk. Tókið við því að það er meira hér handa við hlýja. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.